Ja, við erum hérna komin í annað almennt brot. Það svíinn mínus 3/5 sinni svíinn mínus 5/6. Nú, hér er búin að skrifa dæmið upp orginal og hér er að vísa til nokkra leiða sem við getum farið þetta dæmi, hvernig við getum hugsað það. Byrjum hérna á fyrstu. Þá sé ég það að þetta er mínus sinni mínus. Mínus sinni mínus gerir svarið plús. Þannig að ég get raun og veru bara óvirkjað þessa mínusa og hort á dæmi eins og séu bara plústölur. Og þá er þetta tiltölulega einfalt. 3 sinnum 5 eru 15 og 5 sinnum 6 eru 30. Nú, þetta eru dálítið háar tölur, þannig að það borgar sig þá að reyna að minnka þetta og ég sé það að 15 gengur upp í allar þessar tölur. Þannig að ef ég deili með 15 uppi og 15 niðri, þá fæ ég 1 uppi og 2 niðri. Nú, ég get farið styttingarleiðina strax og þá sé ég til dæmis að 3 getur styst út á móti 6. Því að ég get deilt með 3 í báðar þessar tölur, þá fæ ég 1 hérna uppi en 2 hérna niðri. 5 eru tiltölulega þægilegar. Það styttast bara beint út á móti hver annarri. Ef ég deili með 5 hér uppi, þá fæ ég 1. Ef ég geri það sama hérna niðri, þá fæ ég líka 1. Þá bara margfalda þessar tölur sem eftir eru. 1 sinnum 1 er 1 og 1 sinnum 2 eru 2. Sama svar og hérna uppi. Hafðu í huga að þetta er líka hálfur hérna þó þessi stærri tölur. Þannig að þetta er gilt svar, bara ekki alveg fullstytt. Ef við sjáum ekki að mínus sinni mínus gerir plús, þá getum við sett þetta bara beint upp á 1 strik og við sjáum til dæmis að mínus 3 sinni mínus 5 verður plús 15. 5 sinnum 6 verður plús 30. Þá er ég raun og veru komin í sama stað og ég var hérna í fyrstu lausninni. Báðar plús 15 30. Ég stytti þá með 15 að því það gengur upp í báðar tölunar upp og niðri og fæði þá út halvan. Ég gæti líka stytt hérna mínus 3 á móti 6. Þá fæ ég mínus 1 og 2 og mínus 5 á móti 5. Þá fæ ég 1 og mínus 5. Þá set ég uppi með mínus 1 uppi sinnum mínus 1 og þá fæ ég mínus sinnum mínus er plús og 1 sinnum 1 er 1. Nú það eru báða plústölur hérna niðri. 1 sinnum 2 eru 2. Svarið er þá líka hálfur. Þannig að hér er ég að sýna raun og veru nokkrar leiðir hvernig hægt er að hugsa þetta dæmi og þú hefur eiginlega bara val. Veldu bara þá leið sem að þér hendar og því hún mun örugglega vera bara nokkuð farsæl. Takk fyrir.